Já, hér sem sagt raðtengd rás með 3 viðnámum R1, R2, R3 og okkur gefin stærð hvers viðnáms 1,2 kΩ sem 1200 Ω, 2 kΩ sem 2000 Ω og 800 Ω og spennan á spennugjafanum 24 volt. Við þurfum að byrja á að finna strauminn. Og við byrjum á að tekna nýja rás þar sem við einföldum myndina og búum til eitt viðnám úr þessum 3 viðnámum. Og það bara spennugjafinn hér og eitt viðnám hérna, svona. Og það leggjum við bara saman þessi 3 viðnám hérna, 1,2 K, 800 Ω. Þetta eru 4 kΩ sem jafnt og 4000 Ω. Og spennugjafinn hér 24 volt. DC, þetta jafnspenna. Og straumurinn hér í, nú setjum við óhlómar upp þetta, vaff hérna og í sinnum R og þetta svona og svona. Og til að finna í, setjum við hendin yfir í og það setjum við innan þetta spennu. Þannig að í hér jafnt og vaff deilt með R, jafnt og 24 volt deilt með 4000 ohmum. Og þetta gefur okkur 0,006 ampere og þið kannski munið hvernig þetta var hérna með sætin. Hérna fyrsti stafurinn hér, þetta ampere og næstu 3, þeir heita milli og næstu 3, þetta M hérna og næstu 3 heita mikró, það skrifa svona með löngustykki niður og hérna erum við með amperin hér 006, það hérna er 0,06 og þetta millisvæðið og þetta er 6 milliampere. Ef 6 væri hérna þá var þetta 60 milliampere og ef 6 væri hér þá var þetta 600 milliampere. Þannig að þetta skrifa þetta sem 0,06 ampere eða 6 milliampere en það jafnt og einfaldlega 6 sinnum 10 í mínus 3. Þið ráða hvað ég gerði, hvað hvort ég notið þessu. En sem sagt, hérna straumurinn, hann hérna, E jafnt og 0,006 ampere. Og þá tökum við þetta hérna bara út, við erum búin að finna strauminn hérna. Og þetta bara svona. Til að finna spennu, þannig að þessi straumur hér, 6 milliampere, hann fer hér niður í gegnum þetta viðnám, þennan vír, þetta viðnám, þennan vír. Allstaðar hér eru 6 milliampere. 6 milliampere, 6 milliampere, hér eru 6 milliampere. Inn í spennugjafann eru 6 milliampere. Útrúnum eru 6 milliampere. Rásinn öll með 6 milliamperum, eða 0,006 amperum. Og nú skulum við bara finna spennuna við hvert viðnám hérna, með rauðu. Hérna sem sagt, alltaf finna spennuna við þetta viðnám hér. Við vitum tvennt það. Við vitum að það 1200 Ω, 1,2 kΩ og straumurinn gegnum það 6 milliampere. Sem sagt, við erum að finna spennuna, hendinni við vaff hérna. Vaff jafnt og straumur sinnum viðnám. Hérna myndi segja U-R1 hérna, spennan yfir R1 jafnt og straumurinn í R1 í R1 sinnum R1. Og straumurinn 0,006 ampere sinnum 1200 ohm og þetta eitthvað spenna. Við gerum bara vélinni hérna 0,006 sinnum 1200 7,2 volt. 7,2 volt. Spennan yfir R2, það að segja það þá UR2 hérna. U spennan, R viðnámið og nummer 2. Það straumurinn í gegnum R2 sinnum viðnámið í R2. Og það sami straumur 0,006 sinnum og hér það 2K sinnum 2000 ohm og þetta jafnt og 12 volt. Ég sé bara 2 sinnum 12 og þetta 7 12 volt. Og hérna það sem sagt R3, UR3, spennan yfir R3, jafnt og straumurinn í R3, sinnum stærðin á R3, jafnt og sami straumur, 0,006 ampere,
sinnum 800 ohm, 800 ohm og þetta gefur einhverja spennu 0,006 sinnum 800, 4,8 volt. 4,8 volt. Þessar þrjár spennur hérna, hér sem sagt 7,2 volt, hérna eru 12 volt og hérna voru 4,8 volt. Þessar þrjár spennur samanlagðar ekki 24 volt. Þannig að hérna pluss þetta þessi eru 12 volt, nei eru 24 volt. Þá vitum við erum að gera rétt. Nú, svo skulum við segja að við erum að finna hve mörg vött eyðast hér í R2. Tökum þetta bara með þannig bláum. Hve mörg vött eyðast hérna í R2. Vött í R2. Vattrýtingurinn, það er vatt fyrir líka på strykinu, bara 2 vatt. Og það er I sinnum U undir strykinu. Þessar 2 þrýtingar þurfum að kunna allt lífið. Þið munið bara það vatt upp á strykinu í þeim báðum og óslagmálið er bara straumur sinnum viðnám en vöttin eru straumur sinnum spenna. Og nú ætlum við að finna vöttin hérna, þetta er hendinni í vatt, 2 vatt fyrir þetta, vött er jafnt og straumur sinnum spenna. Vött R2 er I í gegnum R2 sinnum spennan yfir R2. Og þetta er þá bara jafnt og 0,006 ampere sinnum spennan, já, það er þetta 2, sinnum 12 volt, sinnum 12 volt og þetta er sem sagt 0,006 sinnum 12, þetta er 0,072 watt, 0,072 watt, jafnt og 72 milliwatt ef við skrifa það þannig. Þið búið alveg eftir þetta hérna. Þannig að, þetta dæmi eins og þannig. Fyrst finnum við strauminn, leggjum viðnámið saman og í eitt viðnám, deilum þeim viðnámum upp í spennuna, finnum strauminn hérna, sem var 6 mA, gegnum alla rásina. Þá vitum við tvennt hvert viðnám, strauminn í gegnum það og hvaða er mörg ohm og þá getum við fundið spennan í hvert viðnám. Vaff er jafnt og straumur sinnum viðnám, eins og við gerum á hann. Hérna, þess að við gerum hér, við rauða og spenna, spenna, spenna. Og svo ef við byrjum að finna vött í einhverju þessara viðnáma, þá þurfum við bara að margfalda saman strauminn í gegnum viðnámið, sinnum spennan yfir viðnámið og þá fáum við aflið sem eyðist inn í viðnáminu sem hiti. Og já, þetta er bara svona, einfalt. Takk fyrir.